Það var sigurinn á Tindastól í dag, hvernig er það fyrstu viðbragð? Bara mikið léttir og hrikalega ánægður með að hafa fengið þessi 3 stig í dag úr alveg gríðarlega erfiðum leik. Já, þetta var svona, við vorum svolítið í vandræðum varnarlega svona fannst mér og eiginlega bara heilt yfir svona, hvernig sérðu leikinn? Já, við getum örugglega talað um að við höfum verið í vandræðum og meðan að Tindastól getur talað um að þær hafi gert vel í að koma okkur í vandræði og einhver var ástæðan fyrir því að við skoruðum ekki fyrir seinni leiknum þannig séð. Ég meina við erum nú að banka á dyrnar en ekki það að þeirra skyndisóknum hefði alveg eitthvað getað gerst líka en já, svona á boltanum voru við svolítið klaufar í dag og svona aðeins óöryggi sem er ekkert líkt okkur en stundum bara eru þessir leikir þannig að við hittum bara ekkert á spes dag núna en Tindastól hrikalega gott og bara allt kredit á þær fyrir það hvernig þessi leikur var í járnum allan tíma því að það er mjög að standa sér hrikalega vel, skipulagt vel þjálfað lið sem hefur bætt þessi flottu leikmenn. Hvað var svona farið yfir í hálfleiknum? Í rauninni bara það sem var svo endanum niðurstaðan, það er bara að við þurfum að sýna karakter og við þurfum að sýna þolinmæði, við þurfum að halda áfram að reyna og trúa á það að gæðin okkar komi í ljós ef að skila allir grunnvinnunni og mér fannst það gerast á endanum og þó að Sigurmarkið hafi kannski ekki verið kúla beint í skeytin þá kom það og mér fannst ég alveg eiga það inni að skora annað mark í þessu leik og mér fannst ég að Sigurinn skilið þó að ég trúi því að Tindastóls fólki er ósammála með það, vil ég meina að það átti allavega stigskilið úr þessu enda unnið að þær fyrir því en ég vil meina bara mitt lið hafi unnið fyrir þessum stigum heldur betur og það var unnið sem við tölum í hálfleik. Já, þetta var svona, hvað maður að segja, skrautlegt sigurmark en þau gilda öll jafn mikið. Já, það er svo sem verið að brjóta á leikmanninu sem skorar við vorum að byrja að benda okkur út á aukaspyrnu sem við vildum fá þarna en svona sendingar inn í teginn og skot eins og Bríðir segir auðvitað sjálf að þetta hafi verið þetta er bara hættulegt og markmaðurinn bara sér illa hvað er að gerast þarna og þetta fer svona í gegnum pakkan einhvern veginn eða þannig þannig að en við áttum alveg skilið að skora allavega 2 mörk í þessu leik. Já, aðeins að öðru, Eva var hérna á bekknum á Hækjum, svona hver er staðan á henni? Við vitum það ekki ennþá sko, það er ekki komin niðurstaða úr þessu skanni og myndatöku og ómun og svona, þetta er bara, ég held að komi í vikunni. Staðan gæti alveg örugglega verið talsvert mikið betri, en það er best að segja ekki, við bara vonum það allra besta og reynum svo bara að búa okkur andlega undir það besta. Já, það var sterkur sigur í fyrstu umferð og svona torsóttur sigur í dag, svona hvernig lítur á framhaldið? Það var torsóttur sigur í fyrstu umferð líka þó tölum ekki annað til kynna því að sko það var hörku baráttu leikur á móti erfiðu liði Víkings og þessi 2 sigrar, og ég held að þessi 2 sigrar, þessi 2 leikir, þeir eru bara að setja tónu fyrir móti, það er engin auðvitað leikur í þessu hvort sem að liðið heitir Víkingur, FHL, Tindastóll eða hvað annað, þetta er bara hörku lið, þetta er bara með alvöru þjálfar og þjálfara teimi og það er allir leikir örugglega bara svona. Takk fyrir. Takk.